En þú Sigga? Biggi, sástu? Að byrja? Velkomin á bæjarstjórnarfund númer 559. Í dag er 16. október 2025 og klukkan er 5. Mætt á fund er Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanni Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elisabeth Sædís Þórsdóttir, Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir og Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins Arndís Dögg Jónsdóttir. Áður en ég byrja á óska eftir að taka eitt mál inn með afbrigðum með heimild í 16. grein bæjarmála samþykktar sem er númer 14 á dagskrá. Það er stjórn Blábanka 2025. Þið megi ekki með atkvæðið samþykki það. Það er samþykkt samhljóða. Fyrsta mál á dagskrá er gjaldskrá 2026, það er félagslegt húsnæði til að frá 1343. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 13. október 2025 að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá félagslegt húsnæði svo að þær tillögur sem koma fram í minnisblaðum verklag við breytingu á gjaldskrár. Lagt er til að almenn hækkun á leiguverði félagslegar íbúða verði 20%, verð per fermetri fari úr 1767 krónum í 2120 krónur per fermetri miðað við vísitölu 1. október 2025 sem er það 657,6 og taki hún svo vísitöluhækkun frá þeim tíma. Ekki er lögð til nein breyting á leiguverði þjónustu íbúða aldraða önnur en almenn vísitöluhækkun samkvæmt samningnum eins og stendur hér í meðfram getur gögnum. Orðið er laust undir þessu lið og Sigríður Júlía beðum orðið. Ekki svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, hér er verið að leggja til almenna hækkun á leiguverði félagslegra íbúða sem nemur 20% og mér langar til þess að benda á að þetta mörgum kann að finnast þetta hátt og mikil hækkun og mikið högg. En ég ætla að benda á að við hækkun á leigu þá eykst einnig réttur til húsaleigubóta almennra og þá líka sérstakra húsnæðisbóta sem er þá til tekjulágra einstaklinga. Þetta þýðir að sameiginlegur réttur til húsnæðisbóta getur verið yfir 100.000 krónur á mánuði. Sem sagt, kerfið er þarna að koma til móts við tekjulága einstaklinga, bæði þá ríkið sem ráðstafar almennu húsaleigubótunum og sveitarfélög sem ráðstafar sértækum húsnæðisbótum. Þannig að ég ætla ekki að segja meira undir þessum leið aðsinni. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki, þá er þetta lagt fram til samþykkt með ekki að merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Annar mál dagskrá er gjaldskrár 2026 velferðarsvið og tekjutenging fasteignagjalda. Tillaga frá 493. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 2. október 2025 að bæjarstjórn samþykki gjaldskrár velferðarsviðs 2026 og fari verða tillögu B afslátt af fasteignagjöldum aldra og öryrkja 2026. En uppfærðar reglur verða lagðar fram til samþykktar á næsta fundi. Orðið er laust undir þessu lið og Sigurður hefur beðið orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, hér erum við að tala miklar félagslegar umbætur sem munu gagnast öldruðum sérstaklega sem á öryrkjum. Þarna er verið að auka verulega framlag í styrki til lækkunar af fasteignagjöldum. Við erum að setja okkur þannig í takt við fjölda annarra sveitarfélaga. Það
algjörlega skýrt að þessar 100.000 krónur sem var áður, það var viðmið sem hefur verið notað frá 2017 og það hefur ekki verið hækkað síðan. Það er að segja hámarksafsláttur fasteignagjalda hefur staðið óbreyttur í fleiri ár í 100.000 krónum. En árið 2016 var það 95.000, svo árið seinna fór hann í 100.000 og hefur verið þannig síðan þá. Og ef maður tekur tekur fasteignamatið eins og það var 2016 og þá ætti hámars fjárhæðin að vera komin í 222.000 en þarna erum við í tillögu velferðarnefndar þarna verið að tala hámarksafsláttur upp á 200.000 og það kemur fram í minnisblaðinu sem fylgir þannig með að þarna var við ákvörðun á þessu þá var verið að skoða eitthvað 19 eða 20 önnur sveitarfélög, hvernig þetta háttað þar. Þannig að þarna erum við að tryggja að aldraðir sem flytja líka á hjúkrunarheimili, þeir hafa áframhaldandi rétt til þessara lækkunar í heilt ár eftir flutning. En það hefur ekki verið þannig. Og ég minni enn og aftur á, svona í lokin að við erum að tala miklar félagslegar umbætur sem munu gagnast öldruðum sérstaklega og öryrkjum. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið að það laust þessu lið. Enginn beður orðið álega geta fram til samþykta með gemmerki. Þetta er samþykt samhljóða. Þriðja mál endurskoðun reglna heimaþjónustu tillaga frá 493 fundi velferðarnefndar fundur var haldinn 2. október 2025 að bæjarstjórn að samþykkja breytingar á reglum heimaþjónustu. En að ræða breytingar á upphæðum í reglum stuðningsþjónustu í Ísafjarðarbæjar og að þær verði eftirleiðis birtar í gjaldskrá velferðarsviðs. Orðið lust undir þessu lið. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er eins og reynda kemur fram í inngangi, ég ætla bara að árétta það og að þarna við að færa upphæðirnar út úr reglunum, þannig að við þurfum ekki að vera að uppfæra reglurnar árlega heldur einungis gjaldskrár. Og það á líka við næsta dagskrárlið á eftir, þar sem að við erum líka að uppfæra reglurnar á þann hátt að við þurfum ekki alltaf að taka þær fyrir á hverju ári þar sem að við erum að taka upphæðirnar út. Og þá það eins og í næsta lið eftir þá á það við fasteignagjöld og sérstakan húsnæðisstuðning. Takk. Orðið ennþá laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið að geta fram til samþykta með gemmerki. Þetta er samþykkt samhljóða. Það var 4. mál reglur sérstakan húsnæðisstuðning 2024 endurskoðun og tekjuviðmiðum tillaga frá 493 fundi velferðarnefndar fundur var haldinn 2. október 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingar á reglum sérstakan húsnæðisstuðning en að ræða endurskoðun og tekjuviðmiðum fyrir 2026. Orðið laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið þá með ekki merki samþykkið og þetta er samþykkt samhljóða. 5. mál skilmálar vegna úthlutana styrkja til menningarmála tillaga frá 178. fundi menningarmálanefndar fundur var haldinn 8. október 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingar á reglum í Ísafjarðarbæjar með úthlutun styrkja til menningarmála og samþykki tillögur sviðsstjórnar samkvæmt minnisblaði einföldun verklags vegna stjórnsýslu menningarstyrkja. Orðið laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið að með ekki merki til samþyktar og þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar viðaukar 3-12 vegna fullnaðar samþykta tillaga frá 1341. fundi bæjarráðs sem haldinn var 29. september 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingar á samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar og viðaukan nr. 3-12 með þeim breytingu sem fram koma í minnisblaði sviðsstjóra og hafa nú verið færðar inn í framlögð skjöl. Orðið laust undir þessu lið. Gylfi, við beðum orðið að gera svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og tilheyrendur,
heima í stofu. Hér erum við í annarri umræðu þessa breytingu á þessum samþykktum og þetta hefur verið tekið fyrir í bæjarstjórn áður og svo hefur þetta seittlega gegnum alla nefndirnar sem hafa gert á þessum mjög gagnlegar breytingatillögur og embættismenn einnig. Engum erum við að færa verkefni af bæjarstjórn og bæjarráði yfir á embættismenn þar sem að óumdeilt að þeir geti farið klárað verkefnin áður en án aðkomu kjörinna fulltrúa. Og ég held að þetta sé til mikill að bóta, þetta flýtir fyrir öllu starfi og flýtir fyrir samþykktum. Ef að embættismenn eru í vafa, ef að til dæmis lóðaúthlutun á gráu svæði gagnvart skipulagi, þá þeim í lófalagið að skjóta því til skipulagsnefndar sem getur þá tekið afstöðu til þess og haft rýmri tíma til heldur en hingað til hefur verið. Orðið er enn laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið, þá geta fram til samþykkta með gemmerki. Þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál, sorphirða á förgun, útboð 2025. Tillaga frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar sem haldið var 18. september 2025 að bæjarstjórn samþykki Ísafjarðarbær fjárfesti í moltustöð og komi sér upp húsnæði og sjái sjálft daglegan rekstur. Gera þarf ráð fyrir fjárfestingu í framkvæmdaáætlun. Og jafnframt að bæjarstjórn veiti umhverfis- og eignasviði heimild til að auglýsa útboð á sorphirðu og förgun í Ísafjarðarbæ á grundvelli framangreindra útboðsdraga og óbreytts fyrirkomulags þjónustunnar. Málið var jafnframt tekið fyrir á 1342. fundi bæjarráðs 7. október 2025 sem bæjarráð tók undir tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar. Á 558. fundi bæjarstjórnar þann 30. september 2025 var málið tekið fyrir en afgreiðslu frestað. Orðið er laust undir þessu lið. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar, því að það var nú pínulítið mín sök að þetta var frestað á síðasta fundi, þá nú ágætt að fresta þess ekki frekar því að við erum frekar sein með sorpútboð því að ég held að nýjir aðlir að taka við í lok janúar ef ekkert verður breytt, þannig að við erum alveg á síðustu nippinu með þetta. Ég vildi bara svona aðeins að koma framfæri þegar ég óskaði eftir því að þetta er tekið fyrir, fá starfsmenn inn á fund og fara betur yfir þessa stöð, moltustöð og annað slíkt. Það sem kom fram á þeim fundi að starfsmenn og aðri virðast vera jafn villtir og ég í svo enginn veit neitt hvernig á að gera þetta almennilega. Þannig að við verum eiginlega þá bara að vonast til að þetta verði sem best og það sé best að við eigum þetta. Það virðist vera þannig að það er allavega mikil óviss einhvern veginn þetta, það verður hvort þegar maður bjóð út eða ekki, en við erum allavega virðist vera að fara að kaupa þessa stöð til að gera þetta og mögulega væri hægt að setja inn í útboð að við myndum lána þetta eða þeir myndum fá hana og við myndum eiga hana, en það er ekki alveg komið í ljós. Ég vildi bara koma að hrinda að ég hef verið engar nýjar upplýsingar þó að við höfum frestað þessu síðast. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessu lið, Jóhann Birkir? Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, ég ætla nú bara að gera grein fyrir atkvæði mínu af því að svona almennt séð hef ég viljað bjóða þetta út allt saman, en eftir samtöl við starfsmenn og í bæjaráði og félaga mína í Sjálfstæðisflokknum sem eru í nefndinni, að þá hef ég komist þeirri niðurstöðu að þetta sé nú bara allt í lagi að fara þessa leiðið að svo komnu máli. Ég vænti þess að það komi inn til okkar ósk að framlengja samning við núverandi verktaka eitthvað fram á mitt næsta ár, svo við höfum nú tíma til þess að bjóða þetta út og nýjan verktaka taka við, þannig að ég vonast allavega til þess að það komi. En svona fyrir þá sem er að hlusta heima
og að velta þessu fyrir sér, þá er þetta svo sem ekki mikla breytingar fyrir hinn almenna borgara, nema það líklegast hættu við með maíspókana, förum í bréfpóka og þá gríðarlega mikilvægt við okkur íbúðum að flokkunin verði 100%, það þýðir ekki að hana 95%. Þannig að þetta gríðarleg fjárfesting, þannig ég vona það að við lærum á þetta sem að starfsmenn Ísafjarðarbæjar læri á þetta og masteri þetta og svo í næsta útboði fari þetta inn til verktaka. Ég hugsa að það sé ekki sniðugt hjá starfsmennum Ísafjarðarbæjar að sinna svona hlutum. En það kemur fram í þessum papirum að með útboði á sem við erum að fara í, að við ætlum að halda áfram að hreinsa upp úr grenndargámum. Ég sé bara enga þörf á því og í fjárhagsáætlun sem við munum síðan fjalla og þá ætlum við að kaupa bíl fyrir 7 milljónir sem á meðal annars að nýtast í að taka úr grenndargámum. Við erum með starfsfólk og erum með bíla og tæki og tól til þess að hreinsa af 1700 heimilum í Ísafjarðarbæ og af hverju fáum við hann ekki bara til þess að hreinsa þetta. Ég held að sé mun hagstæðara og við getum þá lækkað fjárfestingu bæjarins sem nemur þessum 7 milljónum. En annars þráttur það að ég hefði viljað bjóða þetta út þá ætla ég að greiða atkvæði mínu vera sammála þessu sinni. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sigríður Júlía. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég er frekar spennt fyrir þessu verkefni og ég hef trú á því að ég hef svo mikla trú á íbúum og líka starfsfólki að ég held að við munum tilenga okkur þetta og vanda okkur betur í flokkun en ég tek undir það sem áhyggjur Jóhanns Birkis varðandi það að við erum kannski að fara á brattin í þetta útboð og mögulega þurfum við að fresta því nokkra mánuði og semja við þann sem er með þetta verkefni núna nokkra mánuði og en það ég held að það sé svona það sé margir sem deila þessum áhyggjum. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki þá legg ég þetta fram til samþykktar með gefa með merki. Og þetta samþykkt samhljóða. 8. mál, samstarfssamningur Komedíuleikhúsið til að frá 178. fundi menningarmálanefndarinn fundi var haldinn 8. október 2025 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun samstarfssamnings Ísafjarðarbæjar og Komedíuleikhússins til næstu 3 ára. En núgildandi samningur rennur út til lok árs 2025. Þá leggur nefndin til að fjárhæð samningsins hækki úr 1750.000 krónum í 2 milljónir árlega. Orðið laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið, þá legg ég þetta fram til samþykktar með gemerki. Þetta samþykkt samhljóða. 9. mál, björgunarbátasjóður endurnýjun á björgunarskipi á Ísafirði til að frá 264. fundi hafnarstjórnar sem var haldinn 1. október 2025 að bæjarstjórn samþykki samning afnota björgunarskipinu Gísla Jóns sem varalóðs en samningunum gildi til ársins 2029 og greiðsla per ár eru 5 milljónir. Orðið laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið og legg ég þetta fram til samþykkta með ekki með merki. Þetta samþykkt samhljóða. 10. mál, þjónustusamningur björgunarsveitin Tindar til að frá 1342. fundar bæjarráðs sem fundur var haldinn 7. október 2025 að bæjarstjórn samþykki nýjan þjónustusamning við björgunarsveitina Tinda í Hnífsdal til 5 ára.
Orðið er laust undir þessu lið og Sigríður Júlía beðum orðið ekki svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er nýr þjónustusamningur sem að okkur var falið að gera í því framhaldi af því að við gerðum samskonar eða svipaðan samning við björgunarsveitina á Þingeyri eða björgunarsveitina Dýra og nú liggur fyrir við erum að vinna að þá síðasta þjónustusamningnum sem er þá við björgunarsveitina á Suðureyri eða í Súgandafirði sem að mun koma til afgreiðslu fljótlega. Þannig að með því erum við búin að gera samskonar samninga við allar björgunarsveitirnar í sveitafélaginu. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er það laust. Enginn að beða orðið að leggja þetta fram til samþykta með ekki merki og þetta er samþykkt samhljóða. 11. mál Skíðheimar Seljalandsdal fasteignagjöld 2026-2030 til að frá 1340. fundi bæjarráðs sem fundi var haldinn 22. september 2025 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun samnings til 5 ára og að forsenda samning sé ekki bundin við uppbyggingu sögusýningar skíðafélags Ísfirðinga heldur megi sjá fyrir sér notkun húsins í tengsl við íþrótt- og tómstundastarfsemi svo sem skotíþróttir, motocross og fjallahjólreiðar ásækið. Orðið laust undir þessu lið. Gylfi, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég kom hérna upp þetta mál á fyrir bæjarstjórnarfundi og þá sögðu við í forbífartina að það væri hægt að taka á móti geimverum þarna. Ég bara minni á það að geimverur eru velkomnar upp í Skíðheima. Takk fyrir þetta, Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið og er ekki á leiki þetta fram til samþykta með ekki merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 12. mál starfsendurhæfing Vestfjarða 2025 til að frá 493. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 2. október 2025 að bæjarstjórn samþykki samning við starfsendurhæfingu Vestfjarða en er að ræða tilraunaverkefni til 1 árs í formi mánaðarlegs fjárframlag sem nýtist til virkni og úrræða sem efla vinnufærni einstaklinga, já. Kostnaður vegna úrræðisins getur að hámarki orðið 7,2 milljónir á samningstímanum. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, en ég legg þetta fram til samþykta með ekki merkir samþykki. Þetta er samþykkt samhljóða. 13. mál farsældarráð Vestfjarða til að frá 1343. fundi bæjarráðs sem fundi var haldinn 13. október 2025 að bæjarstjórn samþykki framlaga tillögur að samningi, skipuriti og starfsreglum farsældarráðs Vestfjarða. Orðið er laust undir þessu lið. Sigríður Júlía, ekki svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er eins og kemur þarna fram og þá erum við að fara að samþykkja það að taka þátt í stofnun farsældarráðs á Vestfjörðum. Þetta fer fyrir alla bæjarstjórnir til samþykktar og markmiðið er að þetta verði skrifað undir þetta samkomulag og það verði fundur og ítið málþing þetta föstudaginn 7. nóvember og ég er bara mjög spennt fyrir að sjá hvernig þetta mun þróast. Það er búið að stofna þetta á Reykjanesi til dæmis og var mikið horft til þess þegar að þessi undirbúningur fór fram og það er verið að stíga þessi skref mjög víða landið á landshlutavísu og ég veit að þetta sé bara mjög, mjög gott mál. Takk fyrir. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið. Nei, ég legg þetta fram til samþykta með ekki merkið samþykkið. Þetta er samþykkt samhljóða. 14. mál stjórn Blábanka 2025 mál tekin með afbrigðum kjósa þarf nýjan aðal- og varafulltrúa í stjórn Blábanka á Þingeyri fyrir hönd Ísafjarðarbæjar en
fundur var haldinn síðar í október. Bæjarstjóri leggur til að Svanlaug Másdóttir verði kosin aðalfulltrúi og Tinna Ólafsdóttir varafulltrúi. Orðið laust undir þessum lið, engin höfðum orðið, þá legg ég þetta honum til samþykkt að með merki og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerðum til kynningar. 15. mál bæjaráð lögð fram til kynningar fundargerð 1340 annars fundar bæjaráð sem fundur var haldinn 7. október 2005. Fundargerðin er í 7 liðum. Orðið laust undir þessum lið. Enginn beðið orðið en þetta er lagt fram til kynningar. 16. mál bæjaráð lögð fram til kynningar fundargerð 1343 fundar bæjaráð sem fundur var haldinn 13. október 2005 og fundargerðin er í 18 liðum. Orðið laust undir þessu lið og Gylfi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég ætla að fá að ljóstra hér upp það sem að framfóra á fundi bæjaráðs og það sé oft trúnaður líka, allavega að hluta. Við erum sem sagt byrjuð að undirbúa fjárhagsáætlun fyrir 2026 og það felur í sér að gera fyrstu drög að tekju og gjaldaáætlun. Hún er öll á fleygiferð, meðal annars vegna breytinga á reikniverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem skeikar mörgum 100 milljóna. Við höfum einnig byrjað að skoða framkvæmdaáætlun og áttum hér bæjarfulltrúar vinnufundi í vikunni til þess að yfirfara það. Það sem er kannski helsta á baugi þar er að miða við þá fjármálastefnu sem við settum okkur í upphafi kjörtímabilsins, að þá höfum við rými til þess að fjárfesta fyrir 300 milljónir. Á framkvæmdaáætlunni er núna gert ráð fyrir að byggð verði ný slökkvistöð og að útgjöld vegna þess verkefnis verið 300 milljónir á næsta ári. Og bæði vegna þess og vegna þess að gengið hefur talsvert betur í fjárhag sveitarfélagsins að þá svona stefnir í að við getum teygt okkur eitthvað upp fyrir 300 milljónir þó að fyrirséð sé að ekki verði hægt að framkvæma allt sem við viljum. Þarna lögðum við líka fram þjónustu stefnu sem að verði núna í fyrsta skipti lögð fram samhliða fyrri umræðu og seinni umræðu raunar líka fjárhagsáætlunargerðar. Annað var ekki kannski fréttnefnt af þessum fundi. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Jóhann Birkir, beðum orðið ekki að svæl. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara aðeins að fjalla annan lið þessar fundargerðar, álagningarhlutfall fasteignagjalda. Þetta er rispaða platan mín og ég ætla bara að segja það eins og ég sagði í bæjarráðinu varðandi álagningu fasteignagjalda. Ég hef alltaf talað fyrir því að þegar vel gengur að lækka álögur á íbúa og ég hef ekkert breytt skoðun minn því, en við samþykktum þó að við vinnu við áætlunargerðina þá myndu miða við óbreytt hlutfall fasteignaskatts og það var nú bara vegna þess að fyrsta niðurstaðan úr rekstrinum var ekki nægilega góð. Í öðru lagi vissum við ekki hvað þetta myndi kosta okkur að lækka prósentuna, það er að segja ef við lækkum álagningarhlutfalli þá lækka greiðslur frá Jöfnunarsjóði og það var samþykkt að fara þá vegferð að kalla eftir því að sjá svona hvað þetta myndi lækka tekjurnar ef við myndum lækka hlutfallið. Og mér reiknast til að ef við lækkum hlutfallið úr 0,5% í 0,49 þá kosti það bæjarfélagið 7,5 milljónir, auk þess lækka greiðslur Jöfnunarsjóðs, þannig að við gætum verið að tala 10-15 milljónir fyrir þetta eina punkt og þetta gæti þá verið 20-30 milljónir ef við myndum lækka hlutfallið niður í 0,48 og ég vonast til þess að við getum lækka hlutfallið niður í 0,48. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið, Gylfi, ekki svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég bara þakka brýningu Jóhanns Birkis þetta.
Við vorum á fyrri stigum búin að taka ákvörðun að halda útsvarsprósentunni óbreyttri 14,97% og það samhljómur að fasteigna skattsprósentan sé kannski svona nærtækasta stilliskrúfan sem við höfum en þetta alveg rétt sem að hann sagði að fyrstu drög að fjárhagsáætluninni voru bara mjög slæm en þetta voru vinnuskjöl og hérna þannig að við verðum að sjá svona þegar að vinnunni vindur fram hvort að við getum lækka fasteignaskattina. Já, takk fyrir þetta Gylfi. Sigríður, beðum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur stilli skrúa, segið fasteignaskatturinn. Jú, það gott að hafa það þann möguleika en sko auðvitað eru þessi fyrstu drög sem að við vorum að vinna með í bæjarráði þau sýndu ekki alla myndina og vantaði betri upplýsingar sem verða komin verða vonandi lögð fram eftir hálfa mánuð þegar við förum í fyrir umræðu þá ber að nefna það líka að ég verið svolítið að hugsa yfir sko framkvæmda áætlunum og í rauninni stöðu á framkvæmdum almennt og hef þess vegna kallað eftir að fá inn á þarnæsta bæjarráðsfund upplýsingar nákvæma stöðu á þeim verkefni sem við erum með á framkvæmda áætlun 2025 og í rauninni hvað raunverulega að fara að klárast á árinu og svona við þurfum svolítið að þó að það sé gaman að framkvæma og svoleiðis að það stundum ekki alveg raunhæft að fara í allt það sem að við hefðum kannski efni á af þeirri ástæðu að okkur vantar bara hendur sem alveg ótrúlegt. Þetta bara lúxusvandi í rauninni. Þannig að sko, það það sem við þurfum að horfast í augu við. En ég vonast til þess að við munum leggja fram glæsilega áætlun eftir hálfa mánuð. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki árið lagt fram til kynningar. 17. mál, lögð fram til kynningar, fundargerð 264. fundar, hafnarstjórnar fundur var haldinn 1. október 2025. Fundargerðin í 7 liðum og orðið laust undir þessari fundargerð. Enginn beðið orðið. Hann til lagt fram til kynningar 18. mál menningarmálanefnd lögð fram til kynningar fundargerð 178. fundar menningarmálanefndar en fundur var haldinn 8. október 2025. Fundargerðin í 6 liðum. Orðið laust undir þessum lið. Sigríður, beðum orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég gat ekki opna fundargerðina, þannig að ég man ekki nákvæmlega númer hvar liðurinn sem að ég ætlaði að já, það var fyrsti liður varðandi bæjarlistamann. Nú það leyndarmál hver það sem að lítur þessa nafnbót en það verður athöfn á vetrarnóttum laugardaginn 25. október klukkan 3:30 og þá verður hann útnefndur bæjarlistamaðurinn. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Orðið laust undir þessu lið. Enginn beðið orðið til lagt fram til kynningar. 19. máls lögð fram til kynningar fundargerð 660. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 9. október 2025. Fundargerðin í 10 liðum og orðið laust undir þessari fundargerð. Nanni beðið orðið ekki svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að fara yfir fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar vegna fundar sem var haldinn í síðustu viku. Þetta var marathonfundur, ég held að við höfum verið 3,5 tíma á fundunum en sem betur fyrir höfðum við eitthvað að narta í því að við þurftum líka mikið að hugsa og mikið að pæla. Fyrsta málið búið að vera lengi að veflast hjá okkur í nefndinni. Við höfum kallað eftir frekari uppdráttum, frekari skýringum
og reynt að gera grein fyrir áhyggjum okkar sem að snúast aðalega að auknum umferðarþunga á Hlíðavegi og á Hjallavegi. Við hefum fengið breytingar á skipulagsuppdrætti inn til okkar og það gert ráð fyrir að umfang bílastæðis verði ekki eins mikið eins og það var, það verði ekki eins mörg bílastæði eins og voru á fyrstu drögum, en umfang bílastæðinsins engu að síður það sama. Það einnig gert ráð fyrir í drögunum að göngustígur frá Eyrarkláfi liggi inn á Erðafesturland og inn í gegnum heimkeyrslu sem að þyrfti nú kannski að breyta. Það ekki gott þegar það þannig. Enga síður þá það mitt mat á þess að ég hafi talað það við nefndina og við tókum þetta inn á síðasta fundi, að við tökum þetta fyrir aftur við sem komum kannski á einhverju endastöð og við þurfum bara að láta aðra hjálpa okkur að finna lausn með því að koma með athugasemdir og en í grunninn það þannig að við erum spennt fyrir klápnum, við viljum að setja hann upp en við eigum svolítið erfitt með að sjá fyrir okkur hvernig þessi umferð sem að þeir gera ráð fyrir núna að séu 100, mannstæða Kristján, 180 ferðir ofan á 120 ferðir ofan á þær ferðir sem eru nú þegar hjá íbúðum. Þannig að en við erum enga síður spennt fyrir þessu verkefni en það náttúrulega okkar hlutverk að velta fyrir sér næsta nágrenni og íbúum og ég veit ekki, það kannski bara komið tími til að við tökum þetta inn og setjum þetta í auglýsingu og fáum íbúa til að segja ykkur hvað þeim finnst. Við tókum líka fyrir framkvæmdaáætlunina og ég var að segja að við erum alls ekki á sömu buxum og bæjaráð. Við vorum bara all in og vildum bara gera allt sem var framkvæmdaáætlunina en það fannst okkur að sniðugt og skemmtilegt. Hann og eins og þannig að það alltaf skemmtilegt að gera skemmtilegt en það ekki alltaf hægt. En það hefur gengið vel hjá okkur. Við höfum verið að ná góðum árangri í skuldahlutfalli, skuldastöðu, við höfum ekki tekið lán, tekjur eru að aukast mikið og það bara gaman að gera eitthvað fyrir íbúa. Því að hvort heldur sem við erum rekin sem eignarhlutafélag sem að greiður út arð eða sveitafélag sem við sannarlega erum sem að sveitarmálaráðherra mynd okkur svo ítarlega á að fjármálaráðstefnu að þá alltaf hlutverk okkar að greiða út arðinn í að búa til eitthvað fyrir íbúa svo að þeim tryggja gæði þeirra, tryggja umhverfi þeirra og tryggja það að bæðirinn okkar verði skemmtilegu búsetukostur eða sveitafélagið okkar. Við ræddum líka aðalskipulagið og skemmtilegt að segja frá því að það undan áætlun, það nú bara ekki gerst í 6 ár að aðalskipulag undan áætlun en þannig það nú í þetta sinn og annað var bara svona mestu leyti frumvörp og þingsályktunartillögur til kynningar en það alveg ljóst að á næstu árum þá mun okkur ekki skorta aðstöðu til þess að baða okkur því að við vorum að samþykkja stöðuleyfi sánu líka. Þannig að spennandi tímar. Takk fyrir þetta Nanný. Fleiri sem vilja taka máls, já Gylfi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég ánægður með það sem kom fram í máli Nannýjar að það eigi að halda áfram með kláfinn. Ég hef þá skoðun að þetta sé þannig mál að það þurfi að koma því út og það þurfi að taka þessu umræðu. Hér hafa verið á sveimi náttúrulega hugmyndir hvort þetta sé of mikil umferð. Ég á bágt með að sjá að þetta verði einhvern veginn þannig umferð að þessi ekki hægt að
að hægja á henni eða vinna með það með öðrum hætti, búa til einstefnur eða breyta bílastæðum eða breyta legu þeirra. Hér hafa verið sjónarmið að það eigi ekki að vera stórar rútur og það var sjálfsögðu fjölga rútunum ef að það eru minni. Svo eru líka náttúrulega önnur sjónarmið eins og sem að við höfum verið að ræða á fyrri stigum hvort það sé betra fyrir íbúa að það séu fleiri eða færri bílastæði þarna. Ég held að það sé betra að séu fleiri heldur en færri vegna þess að þá er minni hætta á að gestir sem að þarna koma leggi í bílastæði íbúa. En ég held að við ættum að kýla á þetta og setja þetta út í auglýsingu og halda áfram að láta boltan rúlla vegna þess að ef þessi kláfur eða þegar þessi kláfur kemur að þá verður hann mikið lyftistöng fyrir ekki bara ferðaþjónustu heldur líka íbúa sem að geta farið þarna upp og notið útsýnisins og breyta upp á einhverju skemmtilegu hversteginu. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki verið lagt fram til kynningar. 20. mál velferðarnefnd lagt fram til kynningar fundargerð 493. fundar velferðarnefndar en fundur var haldinn 2. október 2025. Fundargerðin í 8 liðum og orðið laust undir þessum lið. Enginn hefur beðið orðið, þá þetta lagt fram til kynningar og þetta var síðasta málið á dagskrá þannig í slítfundi 1742.